Á Íslandi eru tvenns konar íbúðalán, verðtryggð og óverðtryggð og ástæðan fyrir því er verðbólga. Fyrst verðtryggð lán. Tökum dæmi. Tökum lán upp á 50 milljónir en það er verðbólga og í verðbólgu minnkar verðmæti peninga. Ef það er 5% verðbólga þá minnkar verðmæti þessara 50 milljóna næstum því 2,5 milljón á fyrsta árinu. Verðtryggt lán hækkar með verðbólgunni. Í 5% verðbólgu hækkar verðtryggingin lánið 5% og á sama tíma hefur íbúðin þín líka hækkað í verði með verðbólgunni. Þetta er verðtryggingin. Trygging fyrir því að lánið fylgi verðbólgunni. Verðtrygging bætist ofan á lánið á hverjum degi. Það kallast verðbætur. Síðan borgaru vexti af láninu sjálfu. Óverðtryggð lán. Óverðtryggð lán eru ekki verðtryggð en á móti eru vextirnir hærri. Vextirnir af óverðtryggðu láni eru oftast sambærilegir við vexti og verðtryggingu af verðtryggðu láni. Og hvort er nú betra fyrir þig? Það eru kostir og gallar. Verðtryggð lán eru léttari til að byrja með því greiðslubyrðin þar sem þú borgar í hverju mánuði er lægri. Með óverðtryggt lán greiðir þú höfuðstólinn hraðar niður, þú eignast íbúðina hraðar og greiðslubyrðin verður auðveldari þegar á líður. Svo getur þú tekið blandalán sem er verðtryggt að hluta og hefur greiðslubyrði þarna á milli. Tvenns konar vextir. Lán eru stundum með föstum vöxtum og stundum með breytilegum vöxtum. Breytilegi vextir þýðir að bankinn getur breytt vöxtum á lániðinu. Það gerist til dæmis þegar Seðlabankinn hækkar eða lækkar stýrivexti. Fastir vextir þýðir svo að vextirnir breytast ekki. Stundum eru vextir fastir í einhvern ákveðin tíma, oft 3 ár, en verða svo breytilegir. Tvenns konar greiðslur. Þú getur verið með jafnar greiðslur eða jafnar afborganir sem hljómar eins og nákvæmlega sami hluturinn, en er það alls ekki. Jafnar afborganir þýðir það að þú ert að borga jafn mikið af höfuðstólnum í hverjum mánuði. Svo bætast vextir ofan á. Vextirnir eru hærri fyrst þar sem höfuðstóllinn er hærri. Þannig lán eru því með hærri greiðslur fyrst. Jafnar greiðslur þýðir að búið er að jafna þetta út yfir allan lánstímann. Það þýðir að þú greiðir sömu upphæð í hverju mánuði.